nú þessu næst að tryggingarmálum heimilisins sem geta verið ansi flókin. Þess vegna hér hjá mér sérfræðingur þáttarins í þeim málum Smári Ríkharðsson, velkominn. Við höfum fengið fullt af spurningum frá áhorfendum þáttarins varðandi tryggingamál og ætlum að taka fyrir 3 spurningar af þessu sinni, tókum fyrir 3 í síðasta þætti líka. Og fyrsta spurningin lítur að þjófnaði úr hjólhýsum. Það allir að fara út á þjóðvegina, út náttúru Íslands og allt það umhverfi og sóla sig og sjá aðra. En sumir lendi því, Ólanni, að það komi einhverjir fingralangir og stela einhver úr hjólhýsunum. Hvað þá? Já, sko, þetta svolítið skemmtilegt, fyrir svona tryggingakallir, ég alltaf að taka það fram. Er gaman að pæla í þessu, en sko, tryggingafélögin ekkert með allt á hreinu. Nei. Og kaskotrygging á svona hjólhýsi, hún svona tiltölulega blátt áfram. Maður verður bara að passa sig á því að ef maður er að vátryggja slíkan hlut, að vátryggjan í topp, þar að segja, ef að þetta hjólhýsi kostar, ég veit ekkert hvað þetta kostar, 2 milljónir, segjum það bara, að þá vátryggi maður það fyrir 2 milljónir. Yfirleitt svona einhver eigin á þetta svona alltaf 100.000 kall í því, en þá er maður með vátryggingarfjárhæðin í 2 milljónum og þá fær maður 19.000 kall út úr því ef að vátryggingatjónin það. Og nú erum við að tala það búið að skemma það eða eitthvað slíkt. Það getur líka farið í roki eða brunnið eða eitthvað slíkt. Akstursáhætta líka. En svo hitt, það að stela úr þessu. Og ég bara tók hérna, því að þessi spurning kom upp, ég tók hérna smá bút úr skilmála. Þetta hjá Sjóvá, þetta nákvæmlega eins hjá TM og ég gerir ráð fyrir að þetta sé nákvæmlega eins hjá hinum tryggingafélögum líka. Þannig að það virðist nú vera þannig að þeir kópera sömu stafsetningavillunar frá hvor öðrum. Stundum, já. Stundum. Og hérna er sem sagt ákvæði heimilistrygginga eða fjölskyldutrygginga og þarna stendur. Vátryggingin bætir ekki tjón vegna þjófnaðar úr íbúð sem verið hefur mannlaus í meira en 6 mánuði. Sama á við hjólhýsi og sumarhús þegar ekki búið í þeim. Já, svo lengi? Ég meina, ef þú skilur þetta, þá veistu allt konur, sko. Já. Þetta bara ekki hægt. Vegna þess að þarna erum við konum með 3 möguleika á að bæta tjón. Ef þú hefur búið í þessu hjólhýsi í 6 mánuði, það býr enginn í hjólhýsi, þú gistir í því, sko. Þá það væntanlega allt vátryggt eftir það, eða að þú hefur ekki verið þannig síðustu 6 mánuði, það að segja búið í því, eða gist í því, ég myndi nú nota það orð, þú hefur ekki búið í þessu hjólhýsi í síðustu 6 mánuði, það táknar að þú tekur þetta út 1. júní og ert að leika þér í því til 1. september, þá það sem sagt allt vátryggt þarna inni, þar til að 1. febrúar kemur, en svo það ekki tryggt eftir það. Á meðan þú ert að nota það, myndi ég túlka. Já, en svo þriðji möguleikin það að þú verður að vera inn í húsinu þegar það brotist inn. Og ég meina, halt á ketti, eins og einhver sagði. Ég held að sko eigendur hjólhýsa ætti að spyrja tryggingafélag sitt gjörla þetta. Já, ég hringdi í 2 tryggingafélög og ég fekk sitt på svarið. Það finnst mér það besta. Þannig að ég held að tryggingafélagin þurfa að fara að taka til í sínum rann. Brotist inn í sumarbústað. Og þetta náttúrulega mjög algeng spurning á þessum tíma ársins. Því miður faraldur oft á tíðum þjófa sem ganga heilu sumarbústaði hverjum og hirða allauðislegt, en hvernig maður almennt séð tryggður gagnvart hnupli úr sumarbústaðum? Þetta náttúrulega sko áðan við, þannig að ef þú varst, þetta ekki frá ef þetta sétt sem ég skil hérna, þá það ekki frá 1. febrúar til 1. júní, nema þú hafi brotið eða eyðilagt þá frist með því að mæta þarna. En auðvitað það þannig að menn eru með sumarhúsatryggingar og þeir setja innbú inn í þá tryggingu og það mjög skynsamlegt að gera það. Ekki að vera með treyst á heimilistrygginguna í þessu sambandi. Reyndar hef ég heyrt það að flest tryggingafélögin þau bara borga þetta út. Þú veist, ef það brotist inn sannarlega brotið, þú veist, mölvur rúða og gengið inn og svo. Þannig að það svoleiðis. En ég meina, ég treysti ekki á það, þannig ég myndi setja sumarhúsatryggingu, húseigendatrygging á vatn og innbrot, það að segja húsið sjálft, og síðan ertu með innbúið tryggt og ekki hafa 1,5 milljón. Þetta hafa bara nóga, þú veist, ef þú átt þarna inni 3-4 milljónir, þá bara tryggjur fyrir 3-4 milljónir. Þetta munar það einhverju 500. Að lokum þriðja spurningin, hún í takti við tíðarandann, hnupl
á símum, farsímum. Þetta orðnar tölverðar sko fjárhæðir þegar kemur að símum sem kosta 100, jafnvel 200–300.000 krónur þeir allra dýrustu. Spurningin sem við fengum var að það virðist gilda aðra reglur ef þú ert með síman í útlöndum eða hérna heima. Já, það er alveg rétt. Þetta alveg frábært sko. Við erum alltaf svo vön því bara að við lendum ekkert í hnupli á Íslandi. Svo það bara að gerast. Og hérna, munurinn sá að þú ert með skilmála farangurstryggingu þegar þú ert í útlandinu, en þú ert ekki með það þegar þú ert hérna heima. Og þjófnaður skilgreindur á svæðum. Þú átt að vera með lokað húsnæði og eitthvað sliðis. Og þannig að þú ert í raun og veru tryggður með þitt innbú heima hjá þér, utan, 15% utan, en þá það ætlast til að sé í læstum geymslum, í bílskúr, þú veist, ég meina, og þar fram eftir götum. En til dæmis bara tökum bara praktískt raun og veru eitthvað dæmi, við erum staddið bara á barnir í bæ, erum eitthvað að skemmta okkur, tveir félagarnir, og áttum okkur á því daginn eftir að símanum okkar hefur verið stolið eins og gengur að gerist. Maður þá ekki beinlínis tryggður fyrir því, eða? Nei, ég ekki að sjá það tryggt, vegna þess að... Verður að hafa, sko, ráðist á mann og stólið á mann, eða? Það verður að... Það bara, Sigmundur, nú ætla ég að berja þig, láttu mig fá símann. Og þá ertu komin með case, sko. Þá ertu komin rán. En ef ég kem og læðist í vasann hjá þér og hleyp svo í burtu, sem þjófur auðvitað, þá ert þú í vondum málum, af því að þú ert ekki staddur í Kaupmannahöfn á Strikinu. En í öllu falli var þetta gert sko tryggt í útlöndum út af farangurstryggingu. En hvernig getur maður þá tryggt sig gagnvart sko bara hnupli síma á veitingahúsi eða bar einhvers staðar á Íslandi? Sko það eitt fyrirtæki, held að sé heiti Viss eða eitthvað svoleiðis. Ég ekki búin að lesa þann skilmála, ég tek það fram. En ég gæti ímynda mér að þar sé ákvæði þessa vátryggingu. Nú ég svona pínulítið þarna að því þar talað síma. Ég meina þetta geta verið skartgripir, þetta geta verið úrið þitt, það geta verið aðrir hlutir. Það ekki tryggt. Svona eftir því sem ég kemst næst. En gott fyrir fólk að vita að það ekki sama hvort að síminn tekinn af mér í útlöndum eða hérna heima. Já, svo líka annað. Ég meina þú skilur símaðinn eftir svona, svo lappar út, svo kemur inn aftur og hann horfinn. Það væri hvergi tryggt. Nei. Þú veist. Eðli málsins samkvæmt. Já, eðli málsins samkvæmt. Smári, þú verður á okkur í næstu þáttum til að fjalla þær spurningar sem koma inn í þáttinn og svarar þeim eins og þú best getur, sérfræðingur þáttarins í tryggingamálum, en við verðum að skipta hér yfir í allt aðra sama eftir andartak. Gott og vel eins og ég gat áðan, þá í mörg horn að líta þegar kemur að heimilisrekstinum og þar á meðal að óboðnum gestum, hvort heldur þeir eru margfætlur eða fjórfætlur. Við erum ekki að tala tvífætlur sem koma að nóttu eða degi og heita þjófar. Þetta eru meindýrin. Kongólóðmaðurinn Ólafur Sigurðsson mættur hingað frá meindýravörnum Reykjavíkur, meindýraeyðir Reykjavíkur, heitir þitt fyrirtæki. Þegar kemur þessum málaflokki þá svona hryllir mönnum mörgum við. Hvernig þessi flóra? Ertu að snúast í mörgu? Eru mörg meindýr sem herja á heimili? Já, það alveg ótrúlega mikið. Það alveg ótrúlega mikið. Það á bara hverju heimili þá maður búast við að sé einhverju árabeli einhverja heimsóknir. Það bara svoleiðis. Og þetta allt frá bara pínlitlum klóakmaurum upp í rottur náttúrulega og allt þar á milli. En hvað algengast? Já, algengast, það eftir árstímum. Það byrjar á, kannski segjum við á haustin, þá það mýsnar, það komin bílskúrshurðina eða gluggan þess vegna. Blessaði mýsnar. Já, alveg minnlega svo allt það, en það leiðilegt að hafa þær og ef fólk getur ekki unnið á þau með gildurum úr bíkó eða eitthvað svoleiðis, þá þarf að hringja í okkur. Nú svo líður á vorið og þá það starrinn, þá hann að byrja í þakkantunum og flóin og skíturinn á gluggana og stráin og allt í viðbjóði. Hvað mikill vandi sem fylgir starranum? Það flóin. Það bara algjör samansammerkja milli? Já, hann með fló og það bara svoleiðis. Og hún kemst inn í húsin fyrir vikið? Já, fyrr en síðar, já. Og það bara nokkuð örugt að svo verður? Já, það sko, hann byrjar að vori með hreiður. Fyrsta hreiður, það sleppur til sumar, en síðan koma unganir og þá tímgast flóin, þá fjölgar hún sér. Og þá getur komið úr því, nema sko, stundum þetta til frís. Þannig að það svona 50-50 sko. Hvað á maður að gera? Hann var að fjarlæga hreiðrið?
Já, leðu og sérðan byrja að gripa inn í strax. Strax? Já. Og bara fjarlægi allt heila klappið? Já, leðu hann byrjar. Þá bara að þú sérð að hann að kíkja á einhverja hólu, en ef hann byrjaður, þá má víst ekki gera neitt. Hann friðar og það bara meiri dellan. Já. Hvað með til dæmis allt heila árið við erum að tala sko þessar blessuðu silfurskottur. Þær eru pláa mjög víða. Það frekar í eldri húsnæði heldur en yngra? Nei, ég var í alveg glænýjum húsum sem fólk var að flytja inn og það flutti það bara með sér. Já. Það berast með fólki og farangri. Og lifa hvað helst í raka og dimmu? Já, það lifa mjög víða. Þær eru mjög fjölhæfar. Þær eru alveg æðislegar. Þetta svo formt og flott form. Og þið þykir var nánast vænt þar? Já, þetta mun lifa alltaf hér. Þetta er sama formið að maður var fyrir milljónum ára. Já, hvað gerur við þessa blessuðu dýr? Það ekkert annað en eitra fyrir þeim. Þær valda nú ekki miklum skaða, en þegar fólk að finna þetta á barnaleikföngunum og bollunum og nærbuxunum inn í skáp og svona, þá bara eitra fyrir þessu. Og bara eitrað meðfram bara gólfinu? Já, þetta er svo einfalt og lítil aðgerð og kostar ekki það mikið. Það eitrað meðfram gólfustum undir þá, þar sem þær fela sig, í sökla, niður með rörum og inn í öll göt og í veggjum og þröskuldana, alls það sem þær fela sig. Og þrælvirkar? Já. Nú að koma hásumar, Óli, sko, og við nefndum þið kóngulómanninn hér í byrjun. Margir eru farnir að eitra fyrir kóngulóm, en þá segi ég nú, hafandi búið niðri við sjávarsíðuna í Grái, þá koma bara flugurnar í staðinn. Já og nei, það eru það bara flugur hvað sem er. Kóngulóarnar ná aldrei að hreinsa þetta alls saman. Nei. Slær á það jú, en þegar þetta er komið á stólana og sólbekkina og borðin út á palli, sko, það sömur láta eitra fyrir kóngulóm kannski óþórið, það hefði mátt sleppa því. En það eru orðið gríðarlega. Svo er líka fyrirbyggjandi því að eitrið er virkt í 4-5 mánuði. Já. Og ef þú kannt þetta, sko. Já. Þeir eru stundum í þessu garðaúðranir, þeir úða bara yfir allt húsið, það má ekki. Nei. Þá er þetta komið á handföng og allt. Þetta er bara klikk, sko. En og það virkar heldur ekki, sko. Það er svo stutt verkandi efni. En efnin sem við notum, sem eitrað fyrir kóngulónum, það er langverkandi og þú úðar því á þá staði sem að kóngulóarnar fara í skjól. Já. Það þýðir ekkert að úða á vegginn, það bara leggur það niður í næstu dembu. Já. Þetta þarf að virka sumarið. Þetta hefur við gert ef vel til text, þá hefur þetta orðið til þess að það hafi ekki orðið kóngulóar næsta sumar. Því að það verður ekkert klak þetta sumar til þess að bera yfir í næsta. Já, og þá deyja þessi gulu hnoðrar sem eru í hliðri. Já. Ég var núna í Grindavík í gær og þar eru 4 ár síðan ég eitraði. 4 ár, ég er bara alveg gapandi hissa. Og engin kónguló kominn? Nei, sögðu það er bara ekki sést neitt. Bara rétt að byrja núna. Ég trúi sér ekki, hún sýndi mér þetta. En sko, það eru margir á þeirri skoðun að kóngulóum hafi fjölgað gríðarlega hér í byggðum á allar síðustu árum. Það er bara öll skordýraflóran er að, sól og blíða farin að hlýna og það þýðir það náttúrulega. En það voru slæm hérna í fyrra held ég og í hittifyrra, á þess að kalt vorið, það sló verulega á skordýralífið. Og geitungarna, sko. Og nú erum við engin geitungar að viti, en bíflugur, sem guðsjálf. En talandi geitunga, ámaður að fjarlæga geitungabú, þarf þess? Er þetta ekki bara friðsamlega skemmt? Já, láta bara vera. Já, þanglega að stinga þig. Þú ráðleika fólki að fjarlæga geitungabú? Já, blessa, ef þetta er þannig staðsett, maður heyra hryllingssögur að krakkarnir fóru aftur boltanum inn í hekkið, fengu allt á sig og mann greið sem að fór með krakkan inn í sturtu og sprautaði og týndaði af honum. 40 bit, það var svona hryllingssögur, en þess fyrir utan, sko, þá getur við verið á ákveðnu stað og veist á og látið það bara vera. Það er ekki vist að gerist neitt. Og líka þegar þetta er upp í þaki og það er kannski körfubíl og rífa þekjuna til þess að ná því, þá lætum við það vera. Því að þá er það langt í burtu að það ángrar ekki. Hver er munurinn, Óli, á þessum venjulegu geitungum og síðan þessum jarðgeitungum? Það segja sumir að jarðgeitungar sé miklu hættulegri. Já, fyrsta lagi er það þannig að þú ert náttúrulega labbandi á jörðinu og þeir finna allan titring. Sérstaklega á hlýjum sumardegi þá eru miklu örari, erfiðari að við búin og svona, sko. Og þeir eru hans minni. Ég veit ekki til þess að þeir séu eitthvað stæðari en aðri geitungar. En ég held bara aðstæður hægir þannig til að það er, sko, hvort það hangi upp í tré, það er minna ónæði ef þú nálgast það, sko, frekar þú lappar upp að einhverju
kanti í garðinu sem að þeir finna allan titringin og vera á verði. Förum þessu næstu ofan í jörðina, rotturnar, þetta sko fjarlæga þær sé svona? Er þetta ekki endalaus plága? Jú, þetta endalaus plága. Það er svolítið hroki hjá manninum að halda að hann geti ráðið náttúrunni og gert þetta bara svona eða hinsegin. Það er bara misskilningur. En ekki eitrað í öllum tilvikum? Sko, borgin sér rottuna. Við erum ekkert í því. Ég er svolítið gaman að fólk heldur stundum að maður sé skriðandi í holluræsum að drepa rottur hérna alveg. Alltaf það? En borgin á að sjá þetta? Já, og ég læt alltaf vita, sko, nema sé á þeim tíma, sko, eftir lokun eða helgi eða eitthvað sérstakt. En ég læt alltaf vita. Hringið í borgina, 4111111 og talið við myndareigana því að þeir skrá líka niður viðkomuna og þeir koma frítt. Þannig að rotta hringið í borgina. Gott að heyra, en það er eitthvað frýtt ennþá í þessum heimi. En þá að öðrum kvikinu miklu minni til sko klóakmaurar, þeir geta verið mjög hvimleiðir og koma frá svipuðum stöðum og rottan. Þetta er eitthvað sem er bara þarna meira minna allt árið og viðheldur sér jafnvel bara undir plötu húsins. Já, þetta er ömurlegt að lenda í klóakmaurum. Það lekur lögnin út í jarðveginn og hann nærist á seyrunni og það verða svona bú og svona svartir ég verið að grafa upp svona lagnir og þetta er svona svart drulla og úr þessu kemur á 6-8 mánaða fresti koma drottningar, vængjaðar flugur sem skríða og þetta eru maurar með 4 liði og það lítur út af svona fluga. Síðan kemst þetta undir plötuna í húsinu og þar er þetta morandi og ég hef verið í húsi í Hlíðunum þar sem að kom sko, þetta kemur einhver staður upp, einhver staður er glöfa. Í svefnherberginu í loftinu, í horninu. Þar voru þeir að koma út. Það var náttúrulega bara kýttað í og losnað við en það þurfti að gera eitthvað við lögnina. Nú, málið er að þetta kemur upp hvar allstaðar sem það getur, allstaðar sem er sprunga. Þannig að það er ýmislegt hægt að gera, það er hægt að bora með svona metins millibili allt gólfið og úða niður. Þá komið gat í gennum parkettið og flísanar og allt, svo fólk gerir það ekki. Það er hægt að síðan ryðja frá og fara í veggina og kverkarnar og kýtta, loka öllum götum og elta þetta uppi, uppsprettinu sko. Nú, þú verður að stjórna lögnina sko. Þú verður að taka uppsprettinu, þannig að upp með lögninu og allt saman, 3 milljónir þar. Þetta er skelfilegt að lenda í þessu sko, en þetta er náttúrulega billig lögn. En það er ekki sko hægt að eitra. Þó ég myndi eitra þá fara þeir bara því eitrið þornar upp og byggist á snertingu og viðveru en þeir drepast fljótlega eftir þeir koma inn því að það er svo þurrt og heitt inni. En þetta er einnig plága og það er bara það og það er engin heildar svona lausn til því miður. Því miður. Manninum er þetta ofviða, jafnvel þó að minnstu dýr sé að ræða. Já, við töpum alltaf fyrir náttúrunni ef við ætlum að sigra hana. Það er bara lögmáli. Bestu þakkir, Ólafur Sigurðsson, meindureyðir, kóngulamaðurinn sjálfur frá þínu góða fyrirtæki. En við förum að skipta hér yfir í allt aðra sálma. Endurvinnslan er sígilt umræðuefni. Hvernig flokkum við? Anna Karen ætlar að taka við hér innan skamms. Hjá mér er hann Birgir Kristjánsson, framkvæmdastjóri umhverfissviða hjá Íslenska Gámafélaginu. Vertu velkominn og takk fyrir að taka á móti mér. Já, takk fyrir að koma. Ég hef verið að velta fyrir mér hver er helsta starfsemi hjá ykkur? Sko, Íslenska Gámafélagið er í grunninn sorpbyrjufyrirtæki, en við höfum nú reynt að draga úr áhrifum sorpsins og þannig við höfum auka flokkun og endurvinnslu, þannig að við höfum farið meira út í flokkun og endurvinnslu á úrgangi og við reynt að gera þjónustuna okkar umhverfisvænni með því að nota umhverfisvænni ökutæki líka og verið framalega í notkun á metanbílum til dæmis. Við náttúrulega eigum og rekum stóran bílaflota sem krefst mikils eldsneytis, þannig að það er óhjákvæmilega talsverð mengun af því og þess vegna höfum við litið á metani sem til þess að draga úr mengunaráhrifunum og eins sem við farið út í endurvinnslu á steikingarolíu, breytti yfir í lífdísel til þess að nota tæki hjá okkur. Nú síðan erum við að skoða rafmagn líka sem orkugjafa og getum boðið upp á hraðhleðslustöðvar fyrir bíla. Þannig við erum að skoða svona mismunandi umhverfisvæna orkugjafa fyrir ökutækin okkar. Og auk þess að náttúrulega hvetja til flokkunar og koma úrgangi sem annars hefði farið í urðin til endurvinnslu.
Hver síðan helsta þjónustan sem þið bjóðið upp á fyrir íbúa landsins, hvað varðar flokkun? Við sinnum náttúrulega sorpir frá heimilum, frá sveitarfélögum og allir við séum ekki að hirða sorp frá 100.000 heimilum yfir landið. Og náttúrulega fyrirtækjamarkaðurinn svo annar hluti þjónustunum okkar þar sem við bjóðum upp á sorpurðu og hirðum líka endurvinnslurhráefni frá þeim. Við bjóðum bara ráðgjöf í flokkun og endurvinnslumálum til sveitarfélaga og fyrirtækja og það sem markmiðið með ráðgjöfni að finna út hagkvæmustu lausnina fyrir sorp fyrirtækisins eða sveitarfélagsins bæði út frá þá umhverfislegum sjónarmiði og líka fjárhagslegum sjónarmiðum. Við reynum að láta þessi sjónarmið fara saman. Nú síðan erum við kannski á einstaklingsmarkaði, þar erum við að bjóða upp á grænu tunnuna svokölluðu. Þannig það sem heimili geta fengið til sín græna tunnu til þess að flokka í pappír, plast, málma og síðan kemur það til okkar og við flokkum það í sundur aftur og sendum það til endurvinnslu. Þannig að það má bara setja hvað sem í grænu tunnuna, þannig séð eða hvað? Það má kannski ekki segja að senda þetta hvað sem í tunnuna, en endurvinnslegar umbúðir, allar, mega fara í grænu tunnuna. Og hvort sem það hart plast eða mjúkt plast, umbúðir úr hörðu eða mjúku plasti, allar tegundar pappír og pappa, þá bæði dagblöð tímarit og bylgjupappi og hvað sem Og síðan málmhlutir, minni málmhlutir, við erum ekki kannski frá stór járnstykki, en svona minni málmhlutir eins og niðursuðudósir og annað slíkt, það má fara í tunnuna. En eins og hlutir sem kannski samsettur úr tveimur ólíkum efnum, eins og pappír og plast eða eitthvað svoleiðis? Já, það getur verið erfitt að endurvinna slíka hluti, en við hefum svona bent fólki á að leyfa frekar hráefninu að njóta vafans og setja það í grænu tunnuna, af því að allt sem kemur inn til okkar úr grænu tunnu fer í handflokkun. Þar getum við greint og metið hráefnið og þá flokkað frá ef það algjörlega óendurvinnanlegt. Annars fer það áfram í endurvinnslu og í versta falli endar það í orkuvinnslu til þess að framleiða rafmagn og það þá skárra heldur en að enda í jörðinni. Já, alveg klárlega. Ég samt ennþá rosalega spennt að tala meira grænu tunnuna þína. Má setja Það þarf ekkert að aðskilja hlutina þegar það má bara setja þetta allt ofan í og þetta er nokkuð skonar mjög góð innföldun eða hvað á flokkun. Já, sko þegar við byrjuðum með grænu tunnu þá vildum við að fólk setti mismunandi flokka í poka þannig að það væri auðveldari fyrir okkur aðgreina þegar það kemur til okkar. En við höfum fallið frá því. Nú má setja raun bara allt beint í tunnuna. Við erum búin að breyta flokkunni hjá okkur, einfaldana og gera hann skilvirkari. Þannig að það er raun betra fyrir okkur að fá þetta bara laust. En hins vegar mjög gott eins og að setja kannski margar ferðir inn í eina. Mikið að litlum plaststykkjum, það var ágætt að hafa það saminað í einum poka sem tilfellur eitthvað slíkt. En við viljum alls ekki hvetja fólk til að kaupa einhverja sér poka undir flokkunina. Þannig að þetta á að vera einfalt og þægilegt fyrir fólk. En það er engin afsökun lengur fyrir því að flokka ekki? Nei, ég held ekki. Síðan hefur maður heyrt líka talað að því að það þarf að skóla fernur og svona umbúðir, að því að við viljum ekki fá umbúðir með matarleifum í tunnuna. Og fólk var að tala að það væri mikið mál að skóla þetta, að þetta þurrka þetta og annað slíkt. En það er bara ekki þannig. Fólk bara skóla rétt úr þessu matarleifina, hristi vatni úr þessu og gengur frá þessu í tunnuna. Ég finn fyrir þessu sjálf þegar ég byrjaði að flokka til dæmis plasti frá og svona. Maður miklar þetta fyrir sér að skóla og svo leiður maður byrjar þá kemst þetta í vana og maður tekur ekki eftir þessu. Er ekki svolítið þannig bara? Það er akkurat máli. Og ef við spáum með það, fólk átt að tala hvað það mikið mál flokka og það kemur sér ekki í þetta. En flestir byrjar að flokka eitthvað. Það eru allir að flokka til dæmis flöskur og dósir. Þannig að þetta er bara svona næsta skref. Svo byrjar á pappírnum kannski og ferði yfir í fernurnar og svo komin í plastið og svo endar í lífræna úrganginum kannski í moltigerinu. Þannig að þetta er ekkert mál. Og við reynum líka að skipuleggja þetta þannig að fólk geti flokka þetta bara sem næst upprunanum. Það þarf ekki að fara mikið með hráefni til að skila því af sér. Og þá snýst þetta raun bara það út með úrgang sem þú ert að losa við eða hráefni sem þú vilt losa þig við. Hvort þú setur þau í þessa tunnu eða þessa tunnu hér. Þannig að það er ekkert orðið neitt það flókið. Hver er staðan á Íslandi í dag? Hvað var það flokkun? Erum við á góðum stað? Þurfum við að gera betur? Já, við erum á betri stað heldur en við vonum fyrir 10 árum síðan. Það er klárt. En við erum samt ekki á nógu góðum stað. Við erum talsvert langt og eftir öðrum þjóðum í kringum okkur.
Hins vegar eins og ég segi, þá hafa mörg sveitarfélög tekið sér verulega á og það eru orðið mjög mörg sveitarfélög sem bjóða heimilum upp á raunar fulla flokkun bara heim við húsdýr, þar sem fólk getur losað sig við öll endurvinnsluráðni og lífrænan úrgang líka. Þannig að þau sveitarfélög eru að standa sig býsna vel. En svo eins og önnur sveitarfélög hér og til dæmis höfuðborgarsvæðið ekki komið jafn langt eins og landsbyggðin. Nei. Hvað þetta helst sem vantar upp á þar? Já, það einna helst lífræni úrgangurinn. Eins og sveitarfélög sem að taka lífrænan úrgang, þau eru að minnka magn frá heimilunum 30–35% af þyngd sem annars færi í urðun. Og sá lífræni úrgangur fer í jarðgerð, það sem þá búin til næringarrík molta úr matvælunum sem hægt þá að nota í uppgræðslu líka. Þannig þá verið að endurnýta þau næringarefni sem annars kannski tapast í urðunarstofunum. Hver svona framtíðarsýnin og hvað var flokkun á Íslandi? Hvernig væri draumurinn að hafa þetta? Já, draumurinn náttúrulega að við flokkum allt sem hægt að flokka og ég held að við stefnum þangað svona smátt og smátt. En við mættum taka stærri skref og vera óhræddari við að taka þessi skref. Stundum virðist, og ég held að það sé reyndar frekar pólitíkin sem svolítið, virðist vera svolítið hrædd við að taka þessi skref. Íbúarnir eru alveg tilbúnir í að auka flokkun hjá sér. Við höfum alveg fundið það. Við höfum tekið á okkur að innleiða flokkunarkerfi í sveitarfélögum þar sem við förum bara heimsækjum alla íbúa. Bara fer hópur frá okkur og bankar upp á öll heimili og ræði flokkunum, segir frá hvað við ætlum að fara að gera, hvers vegna við erum að flokka, hvernig það á að flokka. Og við höfum fundið það að það undantekningarlaust fólk tilbúið til þess að flokka. Finnst þér vera kannski í samhliða þessu kannski meiri vitundavakning í samfélaginu meðal fólks af hverju það nauðsynlegt að flokka? Finnst þér þetta hafa eitthvað breyst svona hugarfarslega? Já, það alveg klárt. Ég held að fólk sé farið að gera sér miklu betur grein fyrir því hvaða áhrif okkar lífstíl hefur á umhverfið. Bæði hvað varðar úrgangsmálin sem við höfum að losa okkur við, sem eru hluti af okkar lífstíl og eins bara svo auðlindanotkun sem fer fram við að búa til þessa hluti sem við erum að nýta. Þannig fólk er farið að gera sér betur grein fyrir hvaða áhrif þetta hefur og þá tilbúið til að reyna að endurvinna hlutina til þess að minnka álagið á auðlindi jarðar. Takk fyrir þetta, Birgir, og gaman að spjalla við þig. Takk sömuleiðis. Þar með lokum við heimilinu að sinni, eins og ég oft sagt í þessum þætti, það í mörg horn að líta og það margt hægt að spara í rekstri þess og viðhaldi ef að gáð. Endilega sendi okkur spurningar það sem betur má fara í þessum þætti eða ábendingar efnistök á ser@hringbraut.is. Við erum alltaf vakandi fyrir góðum hugmyndum hér á Hringbraut, en þangað til næst verið þið sæl.